Ferðaþjónustan nú stærsta auðlindagreinin á Íslandi. Fjöldi ferðamanna nálgast nú 2 milljónir á ári og störf í greininni eru allt að 30.000 talsins. Vöxturinn hefur verið hraður og stendur greinin nú undir þriðjungi útflutningstekna þjóðarbúsins. Árið 2016 fóru 6.821.358 farþegar Keflavíkurflugvöll, 2 milljónum fleiri farþegar en árið 2015. 272.000 ferðamenn fara í hvalaskoðun á ári við Íslands strendur. 250 manns starfa hjá 12 fyrirtækjum í hvalaskoðun víðsvegar landið. Gjaldeyristekjur Íslendinga af ferðaþjónustu hafa vaxið 100 milljarða á síðustu 2 árum. Á góðu vetrarkvöldi geta verið alltaf 3.000 ferðamenn að skoða norðurljósin. Það þýðir 40 rútur, 40 leiðsögumenn og 40 bílstjórar. Árið 2015 varð helmingur nýrra starfa til á Íslandi vegna ferðaþjónustu. Arctic Adventures býður upp afþreyingu fyrir ferðamenn sem koma til Íslands og í dag orðið stærsta afþreyingafyrirtæki landsins. Ferðaþjónustu innan á Íslandi ný atvinnugrein þannig lagað, mjög ný. Fólk heldur ofta að hann sé mun þróari heldur en hann en við teljum að þetta sé bara að slíta barskónum. Það skiptir mestu máli að blöndun ferðamanna séu sértækir markhópar í bland við hinn almenna ferðamann. Þá erum við að tala ráðstefnugesti, hvataferðagesti, heilsuferðalanga, lúxusgestin, viðburðaferðamanninn og ýmsa aðra. Asgard fyrirtæki sem að við sérhæfum okkur í fjallaleiðsögn sem að svona svið sem að hefur ekki mikið verið snert á hérna heima. Það hefur ekki mikið verið í boði hingað til af ferðaþjónustu tengdri fjallamennsku. Það hafa orðið náttúrulega mjög miklar tækniframfarir á síðustu árum. Þú markasetur í gegnum internetið og þú selur í gegnum internetið. Við höfum aldrei átt posa. Við rukkum í gegnum internetið og leiðsögumennir okkar geta rukkað fólk með GSM-símanum sínum ef þannig ber undir. Á Íslandi erum við að horfa til þess að koma 1,8 milljón manns til landsins á þessu ári, öllu líkindum. En við erum einstakar þjóðgarða í Bandaríkjunum þar sem komum 5 milljónir manna í einn þjóðgarð. Og þar fólk mjög ánægt með upplifunina, það vel skipulagt, það búið að fjárfesta í innviðum, í göngustígum, í salernisaðstöð, allt þetta klassíska sem fólk að spá í. Þannig að maður spyr sig, á hverju getum við ekki tekið á móti 1,5 milljón í heilu landi ef að einn þjóðgarður getur tekið á móti 5 milljónum. Það má líka spyrja sig, ef við myndum takmarka fjölda ferðamanna sem kemur til Íslands, myndi það endilega leiða til þess að þeir sem kæmu myndu endilega skilja meira eftir sig eða myndi framleiðnin af þeim eitthvað hækka. Ég ekki alveg viss og á mjög erfitt með að sjá hvernig það gerist nákvæmlega. Fjölga þarf innviðum út á landi og skapa þarf áhugaverða segla sem draga til sín ferðamenn. Heildarsamsetningin, hún þarf að dreifast vel yfir landið, hún þarf að dreifast vel yfir þá innviði og þá þjónustu sem til staðar og í boði Það verið að stíga náttúrulega dálítið stórt skref núna í febrúar þegar Flugfélag Íslands ætlar að byrja að fljúga beint frá Keflavík og Akureyri. Bara svona hlutur í innviðabreytingunni gerir ofboðslega mikið.